Jón Gunnarsson samgönguráðherra sagði á opnum borgarafundi tvöföldun Reykjanesbrautar síðastliðinn fimmtudag að það væru fáir aðrir möguleikar en einhvers konar gjaldtaka til að ná fram auknu fé til vegamála. En svona heildarkostnaður við að fara með tvöföldun Reykjanesbrautar alla leið og í gegnum Hafnarfjörð kannski 15 til 20 milljarðar og það hluti af því verkefni sem við erum að skoða að fara í innheimtu á einhvers konar gjöldum. Í raun og veru að láta þennan mikla ferðamannastraum sem að skapa stóra vandamálið taka þátt í því að byggja þetta upp með okkur. Legg þá áherslu á það að gjaldtakan verði að vera mjög hógvær og skynsöm á þá sem að nota þetta reglulega vegna vinnu sinnar eða annarra starfa. Og nú við tökum umræðan þetta þegar að þessar niðurstöður og þessari vinnu liggja fyrir í vor og ef á okkur auðnast að ná einhverju samstöðu og fara í þetta fullum krafti þá munum við auðvitað sjá gríðarlega mikið gerast hér á mjög stuttum tíma. Jón segir að framkvæmdirnar í samgöngumálum séu það fjárfrekar að leita verði annarra leiða til þess að fá fjármagn. Þá þetta bara svo ofboðslega stór verkefni, fjárfrek verkefni sem við stöndum frammi fyrir að við munum þurfa að leita og hugsa út fyrir kassan og sjá hvaða leiðir við getum farið. Kannski ekki síst með það í huga að láta þennan mikla straum ferðamanna taka þátt í því að borga þetta upp með okkur. Jón sagði að undanfarna daga hefði hann átt marga fundi með fólki og aðilum úti á landi sem hefðu komið til hans eða nefnt það að fyrir að bragði að það vildi greiða vegatólla til að flýta framkvæmdum við vegagerð eða gangnagerð. Forráðamenn stopphópsins á Suðurnesjum sem barist hefur fyrir frekari framkvæmdum á Reykjanesbraut voru þokkalega sáttir eftir fund með samgönguráðherra. Mér fannst vanta meira einhver loforð, ég var að barnaleg von var að hann kæmi hérna og myndi segja að hann myndi bara drífa þetta af eitthvað en auðvitað veit maður það vantar peninga og ég ætla bara að vona að hann verði fljótur að finna þá og ég tilbúin til að fara að hjálpa til við það ef það hægt. Og ertu sammála gjaldtöku? Ef við getum forðað frá banaslysum þá ég tilbúin til að skoða gjaldtöku en ég vil vita náttúrulega meira áður en ég get tjáð mig. Já, ég að mörguleyti, mín persónulega skoðun, ég ekki hér á vegum hópsins, mín persónulega skoðun svo að að skoða þetta mjög alvarlega. Við erum að forgangsraða í þágu grunnþjónustunnar og það okkar fókus og úrbætur í samgöngumálunum sitja á hakanum, þannig að við þurfum að skoða mjög alvarlega og þeir borgir sem njóti. Í grunninn, það það sem ég fylgjandi, þeir borgir sem njóti. Kristín María Birgisdóttir, talsmaður öruggan Grindavíkurveg, sagðist vongóð eftir fundi með ráðherra og vegagerð hvað varðar lagfæringar á Grindavíkurvegi og mikilvægt væri að aðilar snúi bökum saman. Ljóst sé að bregðast þurfi við mikilli umferðaraukningu upp á 56% síðan 2009. Beðið hafi verið kostnaðarmat á 2+1 vegi þótt tvöföldun væri æskilegust. Þannig að það kannski eðlilegt að þeir sem nota þjónustuna, þeir sem nota vegakerfið að þeir kannski hugsi þetta en mér finnst líka bara útfærsla skipta máli að við erum náttúrulega að fá mikið af ferðamönnum og það myndi væntanlega koma eitthvað inn af því en það skiptir líka máli að þeir sem nota vegina mikið íbúar á svæðinu að þeir greiði sanngjarnt gjald og mjög hóflegt en ef maður fengi góða vegi og örugga á móti þá held ég að séu mjög margir tilbúnir að greiða eitthvað gjald fyrir það.